að lokum, og þá loksins náttúrulega nú ég eins og Íslendingar, svo kemur efninu þegar tíminn búinn. Þannig að og það að stjórnarskránni, og ég held, og ég var búinn að nefna þarna 3 atriði, ég held að endurskoðun eða réttast að samning nýrrar stjórnarskrár sé eitt mikilvægasta skrefið í þeirri uppbyggingu samfélagsins sem við þurfum að fara í. Ég held að það sé, og ég er eiginlega nánast hissa á því að 90% þjóðarinnar er ekki sammála þessu, sko. Því að það er svo yfirgnæfandi rökin sem blasa svo við að við þurfum að gera þetta, að það er eiginlega alveg ótrúlegt að vinnan skuli ekki vera hafin. Alþingi hafði fyrir einhverja guðsmildi vit á að skipa rannsóknarnefndina, en það er ekki, en það er margt fleira sem hefur þetta að gera. Það hefur þurft að setja nefnd til að kippa í rækilega í skólana, og það þarf að gera eitthvað til þess að semja nýja stjórnarskrá. Og ég ætla að nefna, ég ætla að vera tiltölulega stuttorður hér núna, en ég ætla að segja mína skoðun á því hvernig ég tel að stjórnarskráin eigi að vera í aðalatriðum og hvað eigi að vera í henni. Ekki þar með sagt að þetta sé einhver einföld lausn eitthvað þess vegna. Ég held að það sé gagnlegt á þessu stigi að byrja með á tiltölulega einföldur hlutum. Fyrsta lagi, stjórnarskráin á að vera stutt, hún á að vera skýr, hún á að vera einföld og auðskilin hverju manni, og þá engin lögfræðingur að koma nálægt samningunum fyrir en eftir á. Sko, fullur í virðingu fyrir lögfræðingum, að þá held ég að þeir séu kannski svo starfsett sem að þar þyrfti sjálf að fara í hvað dýpsta endurskoðun á sjálfum sér. Og og við náttúrulega öll hér einu tilbúin að hjálpa þeim til þess. En síðan er ég með nefnd á blaðinu hjá mér stend eru 6 atriði, og það er reyndar, það vil þannig til, ég veit ekki hvort að vinur minn Halldór Guðjónsson er hérna inni, ég hef ekki séð hann ætlaði að koma hérna, en Halldór Guðjónsson starffræðingur er hann þarna. Og við höfum rætt íslensk stjórnmál frá því að nánast ég man eftir mér, allavega síðustu 30-35 árin, og skrifuðum einu sinni ásamt fleirum ágætum mönnum upp úr 80-84, meðal hans Sigurði Lyngdal og ýmsum fleirum, skrifuðum greinar undir nafninu Lýður í Vísi eða eitthvað þess að blaðs endurskoðun stjórnarskrárinnar. Þannig að við töldum þá að þetta verið að brýnasta verkefni sem að þjóðin hefði í stjórnmálum væri að gera þetta, sko. Þannig að það er ekki eins og þetta sé alveg nýtt sem við erum að standa í fram við. Þetta er eitthvað sem ég held að margir hafi gert sig grein fyrir að væri lífsspursmál fyrir íslenska stjórnkerfið að gera. Og þessi atriði sem ég ætla að nefna við ykkur, bara nefna þau, og svo getum við þá hafið kannski einhverjar umræður, og þau eru punktarnir eru að mestu leyti í þessari mynd sem hér eru að mestu leyti frá Halldóri, mér að segja, þannig að við erum mjög sammála þetta. Það er í fyrsta lagi í formála, þá eiga að vera tilgreind almenn svona stefnumið eða grunngildi sem að samfélagið við erum sammála en ekki bara sem frasar. Við getum talað réttlæti, jafnrétti og svo framvegis. Það sem við eigum að gera í mínum dómi er að við eigum að taka hugsjónum fransku byltingarinnar, frelsi, jafnrétti og bræðralag, og fara í pælingu í það hvað þessar hugsjónir merkja í okkar samhengi og gefa því einhvert inntak þar. Og þetta eru mikilvægustu hugsjónir Vesturlanda síðustu 2 aldirnar og hafa hugsjónir sem hafa meiri áhrif en okkar aðrar hugsjónir. Og þarna er verkefni sem við þurfum að pæla í þessu og reyna að skýra virkilega hvað merkir þetta. Og ég hef þá ákveðna hugmynd að það er jafnvægið á milli þessara hugsjóna sem skiptir máli. Frelsið, jafnrétti og bræðralagið. Frelsið merkir við viljum fá hver maður vill ekki láta annar ráða yfir sér. Jafnrétti merkir að við viljum öll taka tillit til sérstöðu og hvers annars og breytileika og þarfa og svo framvegis. Og bræðralagið merkir það að við komumst ekki hjá því að systralagið að deila ákveðnum hlutum. Og þarna er og samfélag snýst að við leitum að halda í heiðri svona gildi. Ef við gerum það ekki, þá er ofbeldið á næsta leiti. Nú í öðru lagi, annað atriði sem þar hafi verið í stjórnarskránni, það er hverjir setja sér stjórnarskrá. Hver erum við sem ætlum að setja stjórnarskrána? Og hvernig ætlum við að gera það? Það sé hvaða aðferðir við kosningar og hverjir hafa rétt og kjörgengi og annað þess að þetta er svona, en leið erum við að afmarka samfélagið. Það er að segja, eða réttast að afmarka hópinn
sem að myndar þetta samfélag sem stjórnarskráin nær til. Við erum ekki að setja ennþá stjórnarskrá fyrir heiminn, við erum bara að setja stjórnarskrá fyrir þetta litla land okkar. Og það alls konar atriði. Nú er í þriðja atriði og sem að hefði hugsanlega átt að koma nú 2 áður en koma þessari afmörkun, að það eru þetta tilgreina sem sé valda embættinu, við orða það svo. Það sé að við viljum hafa þjóðhöfðingja, löggjafa, framkvæmdavald og dómstóla og svo framvegis. Þetta er nú þrískiptingin sem er klassísk orðin, en við þurfum að fara í ákveðna pælingu í því hvernig við ætlum að haga henni. Og það er ekki þar með sagt að það hvernig aðra þjóðir fara hér að við þurfum að apa það alveg upp. Við þurfum hugsanlega að gera ákveðna ráðstafanir hér vegna smæðar okkar sem af öðru tagi heldur en aðra þjóðir. Og hér held ég að smæð okkar skapar okkur bæði nýja möguleika og það að við megum ekki láta okkur þetta í hug að taka svona kerfi upp eftir öðrum þjóðum. Verðum að finna þetta upp hjá sjálfum okkur, hvað hentar okkur. Og þess vegna er svo mikilvægt að allir viti síðan hvernig við ætlum að hafa þetta og allir fái tækifæri til þess að átta sig á því sem við erum að ræða. Og hver þá völdin eru. Ég held til dæmis að mjög fáir í þessu landi raunverulega átti sig á, svo þetta geftu dæmi átti sig á völdum ráðherra og hvernig þau spila við þingið og svo framvegis. Í 4. lagi þá er nauðsynlegt að hafa í stjórnarskránni annars vegar skyldur ríkisins, hvað það er sem ríkið á að gera. Og þá leið kannski líka hvað ríkið á ekki að gera, hvað við viljum ekki að ríkið geri. Og þetta endurspeglast á við þau réttindi sem að við viljum hafa, andspænis þessu valdakerfi sem að við erum að setja á laggirnar, sem að völdin eru hjá okkur en við felum þessu kerfi og þar með og síðan ákveðnum fólki að annast þessi mál sem að við viljum halda utan að sameiginlega. Og hér er það eins og við viljum hafa og auðvitað kemur allt upp aftur sem kemst einhver leyti sem við höfum, en ég held samt að við þurfum að fara einmitt í djúpa pælingu í það hvort að það sem ríkið er að gera í dag sé nákvæmlega það sem það eigi að vera að gera. Og ég held að ríkið sé að vasast í mörgu sem það ekki að vera að vasast í. Ég held líka að ríkið sé ekki að gera hluti sem það ætti að vera að gera. Þannig að það að fara nákvæmlega í sauman á því hvað ríkið er að gera í dag og hvernig við viljum hafa ríkið er nauðsynleg forsenda til þess að afmarka í dag skyldur ríkisins og réttindi okkar. Þannig er þetta heilbrigðisþjónusta, menntakerfið og framfærslu og réttarvernd og svo framvegis. 5. atriðið sem að þarf að vera og það sem að tengist þessu eftirliti sem ég var að nefna. Ég held að það eiga að vera í stjórnarskráni ákvæði sem kveða á að það séu til sjálfstæðar stofnanir sem að hafi eiginlega stöðugt eftirlit með ríkisvaldinu og með okkur og eiginlega sem eiga að sjá til þess, ef svo má segja, að við séum sífellt að tryggja það sé gagnsæi og allavega að svona ákveðið, ég morða það svona bara ákveðið eftirlit með sjálfum okkur. Þetta er bara raunverulega þjóð sem að setja sér býr til samfélag og ríki, hún er að vissu leyti eins og einstaklingur og við verðum að hafa stofnanir sem yfirvega eins og við þurfum að gefa okkur tíma sjálf sem einstaklinga til að yfirvega hvort við erum á réttri leið í lífinu eða hvort við þurfum að hafa sjálf okkur undir eftirliti. Og ríkið auðvitað hefur vissa stofnanir eins og ríkisendurskoðun til hins arna, þær eru allt og veikar. Og þarna auðvitað eiga háskólarnir líka að vera miklu sjálfstæðri til að veita þetta eftirlit og aðhald. Þarna brást innan gæsalappa, svo að segja, Háskóli Íslands að því leyti að til að mynda að lagaprófessorar okkar eru á bólakafi vinnu fyrir ráðuneytin þegar þeir eiga raunverulega að vera að hafa eftirlit og vera gagnrýna störf ríkisins og störf dómstólana. Þannig ég held að það sé afkvæmlega mikilvægt að svona plagg í þessum anda, hvort það sé með nákvæmlega með þessum atriðum, síðan þau þetta var að loka kaflinn í þessum átti vera það er hvernig að svona apparatinn stjórnarskrán, hvernig hún sjálf þarf að vera í skoðun af þessu leyti, hún þarf að taka við viðbótum og svo framvegis. Það er ekki í heimi stjórnmálana eins og mannlífinu er ekkert endanlegt, við erum ekki að semja neitt fullkomleika, þannig að við erum alltaf að vera tilbúin að gagnrýna og endurbæta eitthvað sem við erum að gera. En ég held að sé afskaplega gagnlegt að svona plagg verði samið og sem flestir meðal þjóðarinnar þeir kynni sér það og ræði það
og hver aðferðin við þetta veit ég ekki. Mér skilst að máli sé einhverju pattstöðu í þinginu og það kom fram ágætt hugmynd frá Nýrði P. Njarðvík nýlega að það stofnað einhver nefnd eins og rannsóknarnefnd sem hefur það verkefni að koma þessu sem sé frá stjórnvöldum í gang. En svo eigum við bara sem frjálsir borgarar að við höfum fullt frelsi til þess að gera það sem okkur sýnist í þessum efnum til að leggja hlutina fyrir. Takk fyrir. Svo held ég sé bara búin að fá röddina aftur. Takk kærlega fyrir þetta, Páll. Og einhverja fyrirspurnir, viljið þið? Já, hérna Sigurður Sigurðsson heiti ég. Ég með fyrirspurn til Páls. Nú það þannig að fólk eflaust ekki á eitt sátt það hvort að það þurfi að endurbæta stjórnarskrána eða hvort að það þurfi að skrifa nýja stjórnarskrá. Þetta kannski ekki bara titlingatók vegna þess að stjórnarskráin okkar lýsir því í lok 79. grein, hún lýsir því að það hlutverk Alþingis að endurbæta stjórnarskrána. En fæstar stjórnarskrár, ef að það nokkrar, þar lýsa því hvernig ég að skrifa nýja stjórnarskrá vegna þess að eðli málsins samkvæmt þá eru nýja stjórnarskrár skrifaðar þegar þær gömlu deyja eða þegar það verður algjör trön í þjóðfélagi og mér finnst svolítið hnífurinn standi í kúnni með það að taka af skarið hvort að þetta eigi að vera á könnu Alþingis og stjórnmálamanna eða hvort að þetta eigi að vera sprottið frá borgurum landsins að ræða sig fram að nýrri stjórnarskrá og mér langar einlega að heyra skoðanir Páls á þessu. Alltaf kosturinn við að það skuli þá vera til þarna Alþingi, þetta niður frá það að það getur tekið ákvarðanir að hvetja okkur til að gera eitthvað. Og þannig skildi ég undir það sem að tillögu Njarðar að mætti hugsa sér að Alþingi sett á laggirnar einhverja nefnd, ég veit ekki 10-20 manna eða hvað sem eitthvað bara skipa þennan hópa og segi sem að þarf að vera vel að merkja utan þings, segir sér sjálft. Það ekki sem að ég bara gekk að því vísu að það væri innifalið í tillöguna, það væri með öðrum orðum það er verið að hvetja borgarana íta undir þeirra frumkvæði og nú ef að þessi hópur ef að hann yrði settur á laggirnar þá hans verkefni að virkja borgarana með sér í þessa samningu. Það þannig sem að ég skildi þetta. Fyrir okkur, ykkur segja hérna, að þá höfum við verið að ræða það stundum upp í háskóla að við ætlum bara að drífa í því að skrifa svona stjórnarskrá og ég veit reyndar að menn einhverjir að því þannig að vinna að slíku og hérna en við höfum ekkert umboð annara í þjóðfélaginu til þess þannig að við erum þá að leita eftir bara samvinnu við aðra hópa og þannig mætti alveg hugsa sér að það verði þannig einhver hópamyndun þegar við ljóst að við háskólamenn við ekki verið einir að þessu og getum það heldur ekkert og þurfum þannig að það verður, ég endurtek það að það tókst afskaplega vel til með að skipa þessar rannsóknarnefnd og það getur vel verið að svona nefnd gæti komið málinu úr þeirri pattstöðu sem ég skilt það í það sé að þingi veit ekki og það að setja þetta stjórnlega þing eins og þetta blasir við þessi hugmynd þá hún kannski ekki mjög skýr og ég veit ekki heldur alveg nákvæmlega á hvaða forsendum menn fara að bjóða sig fram á þetta þing við erum viðurkenna það menn eiga að bjóða sig fram á Einfallega intellektuelt kapasítet til þess að ráða við þetta. Það ekki nóg til þess að gera út
stækkandi vexti og þarf ekki að segja það berum orðum, jafnvel í plaggi eins og stjórnarskrá, að við séum og viljum og eigum og þurfum að vera reiðubúin að deila einhverjum með öðrum. Tekið dæmi, hvernig erum við að halda með lyfjaeftirlitið að einkaleyfaskrá? Af hverju segjum við ekki bara lyf sem eru samþykkt á 2 Norðurlöndum eru samþykkt á Íslandi eða eitthvað svoleiðis? Við verðum að kunna að finna það sem að skiptir máli upp á það að búa á Íslandi. Mér er alveg sama hver ákveður, ég treysti Norðurlandabúum öðrum fyrir lyfjaskrá svo dæmi sem tryggi. Þetta er bara dæmi tekið að handa. Ég sagði þessu hérna, ég er bara alveg hjartanlega sammála þessu, sko, það er alveg ljóst að við ráðum engan veginn við að gera þess allt það sem að Norðurlandaþjóðir er á mörgum svið. Og við verðum þess vegna verðum við að líka átt okkur að við verðum að finna út hvað það er sem skiptir okkur máli og hvað það er sem verðum að gera með þetta var svona líður í því sem ég var að segja, sko, að við getum ekki fara að taka upp eftir öðrum allar þeirra stofnanir og allt það sérstaklega. Það sem hefur gerst hjá okkur, að mínu dómi, eða eitt af því sem ég hef séð gerast, er að það er verið að unga út alltaf nýjum stofnunum til að mæta einhverjum nýjum, sko, til þess að við fylgjumst með því sem er að gerast á Norðurlöndunum eða út í Evrópu, sko. Og kennst 20 manna hópur í einhver ráðuneyti í Noregi að gera það sem að einn maður er að gera hérna heima hjá okkur, sko, og ræður engan veginn við, sko. Björn heiti ég meina að þakka Páli Skúlasyni fyrir frábært erindi hérna. En mér finnst einhvern veginn að hafi stínið í gegn síðustu árin hérna hjá okkur að það vanti einhverjar reglur í stjórnarskrána hvernig framkvæmdavaldið fer með valdið og hérna verkið, ég vil spyrja Pála því hvort að vanti ekki alveg að setja meiri skyldur á Alþingi. Það virðist vera að Alþingi er bara svona eins og kvittanahefti fyrir framkvæmdavaldið en ætti að vera öfugt og það hafi þetta komið upp hugmyndir það að í stjórnarskránni ætti að breyta það lögsamlega að það er kosið forseti sem skipaði síðan fagráðherra en Alþingi sæi sem sagt bara alla þessa hugmyndir sem maður þarf til þess að reka þjóðfélagið en vel ekki bara færiband framkvæmdavaldsins. Mér langar að vita hvað Páll segir þetta. Takk fyrir og varst þú með biðja menn að reyna stutta mál sitt, hjálpa það alltaf saman. Ég heiti Jón Bjarnason, það var að tala eftirlitsstofnanir hérna rétt áðan. Sko, ríkið hefur engan áhuga á eftirlitsstofnunum. Ég hef reynsla því að þeir hafa engan áhuga á því. Ég bauð í október til dæmis viðskiptaráðherra aðganga kerfinu mínu og óskaði eftir styrk til þess að almenningur geti komist inn á kerfið og styrkurinn sem ég baði var 25.000 krónur. Ég fekk svar fyrir nokkrum dögum síðan það sem sagt var að þeir hefðu engan áhuga á þessu. Kerfið mitt sýnir viðskiptatengsl og ætti að vera aðgengilegt öllum en ríkið hefur engan áhuga á því að almenningur sjáu þær upplýsingar sem eru í fyrirtækjaskrá. Þær upplýsingar eru seldar og ef þú ætlar að fá til dæmis ársreikning frá fyrirtæki þá kostar það þig 1.000 krónur og það getur enginn keypt gommu af slíku til þess að fylgjast með. En er ekki aðal vandamáli með stjórnarskrána að það er ekkert eftirlit með því þegar hún er brotin, það er engin viðurlög við því. Til dæmis er 72. grein brotin næstum því á hverjum einasta deginn í Alþingi og það er ekki bara Alþingi sem er að brjóta þá grein heldur í samstarfi við til dæmis ASÍ og SA þar sem að þeir virðast í staðinn fyrir það að verja almenning, þá þeir að verja litla hagsmunahópa, litla stjórnendur eða litla konga hjá verkalýðsfélögunum og samtökum atvinnulífsins eins og til þess í lífeyrissjóðunum. Þar sem að það er beinlínis kerfisbundi komið í veg fyrir það að fólk geti haft þau áhrif sem að það hefur samkvæmt stjórnarskránni.
Já, það var eiginlega bara þetta. Skrifaði bókmyndið The State eða Ríkið, það sem hann er að fjalla eðli ríkisins og þá staðreynd að ríki byggist alltaf á yfirvaldi og yfirvald byggist alltaf á ofbeldi og fjalla það þess hvernig ríki hafa aldrei sprottið upp hvernig ríki, ef við horfum á söguna hvernig sko ríki meira er komið á í staðan fyrir að spretta hvernig náttúrulega og þess vegna langar mér til að spyrja af hverju erum við ekki að ræða spurninguna sko nauðsyn þess að rækta samfélag án ríkis. Ríki alltaf, ég sé ekki að ríki getur nokkuð tíma verið laust við ofbeldi. Já, þetta er búið. Já, góðan daginn, Davíð Ingólfsson heiti ég. Ég ætla að taka svona smá stöðu bara á málunum hérna af því að það er búið að vera að nefna svona ýmislegt sem er í gangi varðandi stjórnarskrá og ég ætla að fara aðeins yfir það sem er að gerast á þingi og þar situr sem sagt allsherjarnefnd núna á frumvarpi stjórnlagaþing, frumvarpi sem er að mínu viti algjörlega makalust og hérna og fyrir margar hluta sakir sem ég get haft langan fyrirlestur en tvennt er þó aðalatriðið, það er 2 aðalatriði, annað er það að hérna, þetta stjórnlagaþing á að vera ráðgefandi, það er að segja alþingismenn með að fara með feitu puttana sína í það eftir á og breyta því sem þeir vilja breyta og í öðru lagi það er ekki gert ráð fyrir því að almenningur komi neinstaðar að ferlinu. Almenningur sem sagt, kjósendur fá náðugsamlegast að velja inn á þetta þing, þetta er 25-31 manns sem er samkvæmt þessu frumvarpi sem á að skipa þetta þing og eftir það er almenningi ekki hleypt að ferlinu, engum. Þetta á að vera í höndum þessa fólks og ég held að þessi í fyrsta skipti á ævinni sem að ég hef verið sammála Þorsteini Pálssyni nokkuð skapaðan hlut þegar hann skrifar hérna laugardaginn fyrir 3 vikum síðan að það myndi veljast inn á þetta þing alveg nákvæmlega eins fólk og velst inn á Alþingi Íslendinga, sem sagt usual suspects. Það er þessi sem hafa gert sig líklega á innan flokks á pólitískum vettfangi hingað til og með svona dass af svona smá svona sprinkuldass af fjölmiðlamönnum sem að fá að skreita svona hér og þar. Og kannski komast einhverjir háskólaborgarar þarna inn en þetta yrði alveg vafalaust niðurstaðan. Þetta yrði sem sagt ekki stjórnarskráin okkar á neinn hátt og ég held að það sé það sem að þjóðin hérna þarf á að halda eftir þetta gríðarlega hrun, það er að hún sjálf byggi sína reglur, búið til sitt regluverk. Fyrr þá fer hún ekki að taka mark á þeim reglum. Það þýðir ekki alltaf að fá alltaf valdboð ofanfrá. Annað, mér þótti mjög fróðlegt að heyra það sem að Páll var að segja áðan hérna hvernig hann myndi svona byggja upp hvaða grundvallaratriði væri þarna í svona upphafið þess að búa til stjórnarskrá út frá því sem að hérna hópur svona áhugamanna þessi mál hefur verið að gera undanfarið og sem að tengist því einmitt að almenningur búi til sína eigin stjórnarskrá. Það var fundur daginn sem það var einhver 40-50 manns í þjóðfundaforminu það sem var byrjað á því að búa til grundvöllin að nýrri stjórnarskrá. Þarna voru svona mikið til svona stjórnlagaþingsnördar sko og svona einn líka úr hóp almennings, ef svo má segja. Og það var einmitt það sem kom út, grunnurinn sem kom út úr þessu var einmitt svona frelsi, jafnrétti, bræðralag. Sem sagt, það komu út grunngildi sem við vildum byggja stjórnarskrána á. Þau voru reynda 5 í okkar tilfelli. Og síðan héldum við aftur áfram og þetta þjóðfundarform gerði það verkum að við gátum komið sameiginlega niðurstöðu, þessa 50 manns, flokka, sem sagt, hvaða flokkar, hvaða kaflaheiti nánast ætti að vera í efsta lagi stjórnarskrárinnar og fjöldan allan af spurningum sem við þurfum að spurja okkur að
í framhaldi þessa máls, þess að í prósessnum. Það sem að þarf að gera til þess að koma þessari hugmynd áfram, ef hún er góð, ég veit það ekki ennþá, mín tilfinning gagnvart henni mjög góð, út af því að niðurstöðurnar voru svo konkrétt, að fara með svona fundi og svipa fyrirkomulag út allt land og fá svona almennan konsensus hjá Íslendingum hvað stjórnarskrá á að vera og hvað stjórnarskrá og hvað ríki og allt þetta. Ég bara lýsi því eftir því að þessi umræða verður tekin út úr fundarherberginu og einhvern pólitískum baktjaldamakki og út á meðal fólks, og þetta allavega ein aðferðin til þess. Og eitt síðasta, ef ég má vera alveg rosalega, ég biðst afsökunar hvað ég tala alltaf mikið, en það þetta með núverandi stjórnarskrá og hvernig hún samansoðin og hversu mikið mark tekið á henni í raun og veru. Það alltaf verið að tala um þessa þrískiptingu valds, og það dómsvald, löggjafarvald og framkvæmdarvald. Á Íslandi bara eitt vald, það eitt vald, og þetta allt saman súrrað í það vald, og það vald vald tveggja leiðtoga tveggja stjórnmálahreyfinga, og that's it. Framkvæmdavaldið, það ræður öllu, og takið eftir því, það aldrei kosið framkvæmdavald á Íslandi. Það ekki kosið. Hins vegar kosið löggjafarvald, og löggjafarvaldið eftir eigin hentugleikum velur yfirleitt flokksgæðinga til þess að skipa þetta framkvæmdavald sem öllu ræður. Þetta algjörlega klárt stjórnarskrárbrot, vegna þess að í stjórnarskránni stendur mjög skýrum stöfum að það sé forseti Íslands sem að gera þetta. En forseti Íslands skiptir sér alls ekkert að þessu. Þannig að með einni ákvörðun í rauninni, þá væri hægt að aðskilja allavega löggjafarvald og framkvæmdarvald með því að það væri kosin nýr forseti á forsendum stjórnarskrárinnar. Það að segja að hann tekur með sér framkvæmdarvald eins og stendur í stjórnarskráni. Það einu sem þyrfti til þess að við myndum taka stjórnarskrána sem við þó höfum alvarlega. Takk. Já, það nú bara eins og margt komið hér fram að ég heldur tala örugglega í klukkutíma núna. En ég þakka bara fyrir þessar ágætu ábendingar, og ég tek nú bara kannski tala svolítið eins og af tilviljun hvað ég tek fyrir, en ég vil þá nefna eitt strax, og það það að ég held að það sé miklu skynsamlegra að hugsa nýja stjórnarskrá heldur en einhvers konar að endurskoðun á þessari gömlu. Ég finnst það miklu skynsamlegri nálgun ef við ætlum að ná árangri. Það merkir ekki að það verði ekki eitthvað úr eldri stjórnarskráni, en það ný stjórnarskrá sem við erum að tala held ég, sem að þarf, og það mjög margt sem að held ég mælir með því að ef við förum að breyta ákveðnum grunninum þá er þetta ný stjórnarskrá. Og það sem að eins og Árni Björn kom hérna inn á með Alþingi og framkvæmdarvaldið, allt þetta þarf að vera miklu skýrara en það í dag. Stjórnarskráin verður að vera þannig að allur almenningur hann þekkja hana og viti bara nákvæmlega hvað í henni stendur og hvað hún snýst og hvernig við erum að stjórna okkur. Og þannig að skilin milli valdhafana séu skýr, og það þarf að vera þarna ákvæði sem alveg ljóst um eftirliti sem einhver kom hér inn á, að ríkið núna í dag kærir sig ekkert og svo framvegis. Þannig að þetta finnst mér nú eiginlega nokkuð augljóst mál. Hvernig spurning sem að Snorri kom inn á þarna tilurð ríkisins og valdi. Ríkið í senn, held ég, einhver mikilvægasta stofnun sem að getur fyrir mannlegt samfélag. Það er að segja að án einhvers konar ríkis sem að við teljum að við eigum saman, þá eru alla líkur á því að samfélag okkar ætti miklum erfiðleikum og samskipti okkar væru mjög erfið. Við þurfum á einhvers konar ríki að halda.
Hins vegar það alveg staðreynd og hárrétt eins og þú nefndir þarna Snorri eftir einhverjum höfundi að nánast öll söguleg ríki sem hafa orðið til hafa orðið meira meina til með ofbeldi. Og ríkið þessi stofnun leið og hún er svona mikilvæg fyrir okkur, sérstaklega til að ná saman og halda stilla til friðar, bæði innan í okkar eigin ranni og svo að standa út andspænis öðrum, að þá ríkið hefur þetta tekið sér og þetta einkenni sem að byrjar að koma upp svona skipulega og talað þetta strax frá 17. öld, en Max Weber skýrir þetta sérstaklega að ríkið þessi stofnun í samfélaginu sem hefur einokunar rétt á því að beita valdi. Það að segja hefur lögin með réttmætt vald og það þess vegna sem að stjórnskipunin svo mikilvægt að hún sé skýr og hrein og það sé eftirlit vegna þessa einkennis ríkisins að hafa þennan einokunar rétt á valdinu og þess vegna hættan á misnotkunni svo mikil. Freistingin þarna alltaf til staðar og hún annars vegar hjá stjórnvöldunum sjálfum eða þeim sem hafa mest völdin og svo líka hjá embættismönnunum. Þess vegna þurfa embættismennir að vera eiginlega bæði, þeir þurfa að fá sérstakt uppeldi og margar þjóðir í kringum okkur, þær eru með embættismanna skóla sem menn eru skólaðir rækilega til og þurfa eiginlega og undir eftirliti líka. Hafa bæði sjálfa sig undir eftirliti og þeir standi ekki neinu braski en neinu þess að það mega það ekki. Bara kemur ekki til greina. En hjá okkur þá þetta einhvern veginn ekki, það engin ægi verið hér. En sem sé þannig að ríkið sem sé að mínu og þess vegna þurfum við að rækta ríkið merkir það að hugsa það eins og við viljum hafa það, þannig að það tryggir sem best það sem við viljum að gera það sem við viljum að geri og sjá til þess að það geri ekki eitthvað hættulegt og ógurlegt. Þannig að og þetta sko þó ég hef nefnt þarna einhver atriði varandi svona fljótheitum sem þarf að vera í stjórnarskráni, þá held ég að það sé afskaplega mikilvægt eða bara alveg lífsnauðsynlegt núna ef við ætlum að fara í endurskoðun á stjórnarskráni að menn gefi sér tíma til að yfirvegana og yfirvega hvað við erum að tala og við þurfum að mennta sjálf okkur. Stjórnmálamenntun okkar Íslendinga almennt, hún bara afskaplega léleg. Við vitum bara ekkert hvað það að stunda lýðræði nánast. Ég bið afsökunar á þessu af því við erum alltaf að tala hvað við erum vel menntuð og upplýst og svona við. En staðreyndin sú að við stöndum alveg hörmulega oft að okkar sameiginlegu ákvörðunum og höfum rekið okkar ríki alveg hörmulega og þannig að þarna þannig að það ekki nóg að svo má segja að ná samkomulagi eitthvað. Þjóðin við getum orðið sammála eitthvað yfirborðslegt plagg eða eitthvað með einhverjum gildum og bla bla bla. Málið að hafa hanna kerfi sem virkilega gott fyrir okkur og sem hentar okkur sem 300.000 manna þjóð sem býr í dreifðu landi, nánast borgríki hérna og svo ég nefni eitt bara fyrir okkur, ég held að það séu alltof margir það alltof margir held ég að sullast í pólitík. Við eigum að fækka þingmönnum til dæmis, við eigum að fækka í borgarstjórn, við þurfum ekki allt þetta ég gleymdi að nefna við ykkur þrjú einkenni á íslenskri umræðu og ég bara má enda á því. Verkefni okkar að bæta umræðu okkar sameiginlega veruleika, það að bæta stjórnmál okkar. Það fyrsta skrefið og þess vegna þurfum við að ræða af skynsemi eins og við mögulega getum stjórnarskrána. Og þá ætla ég að nefna þessi þrjú einkenni á umræðum okkar Íslendinga sem mér finnst að við þurfum að berjast gegn og það í fyrsta lagi umræða okkar Íslendinga stjórnmála, hún alltof yfirborðsleg yfirleitt og grunn og staðhæfingar út í loftið og við skrifum greinar á þess að vera að færa nokkur vitibænur rök fyrir mál okkar og þær eru birtar og svo framvegis. Við bullum alveg rosalega mikið pólitík og við erum ekki, það ekki bara pólitíkur sem bullum pólitík, þeir bulla mest og ég mæli sérstaklega með bendi ykkur á að lesa Georg Orwell pólitískt orðfæri. Bullið í pólitíkur sem alveg óendanlega mikið, ekki bara hjá okkur heldur við annars vegna þess að þeir eins og Orwell segir, þeir að verja hið óverjanlega, þeir að verja sérhagsmuni en ekki almannaheill og þá bulla þeir. Og
síðan annað sem að við erum ofta búið að tala það að kappræðustílinn og vera skemmtilegur, eins og Ólafur Harðarson kallaði Morfís-stílinn, hann bara yfirgnæfandi hjá okkur í öllum umræðum. Og hver er skemmtilegur, hver kemur bestur út, hver sigrar. Þetta auðvitað ekki bara hjá okkur, auðvitað þetta víga annar staðar. En þetta dóminan hjá okkur, þetta ríkjandi hjá okkur, það engin önnur umræða heldur en þessi kappræðu umræða, eða þá einhverju samningar í bakherbergjum eins og einhver nefndir sko, milli. Og svo í þriðja lagi, og það kannski að erfiðasta, sem mjög erfitt í dag, og það það að stjórnmálaumræðan, þriðja einkenni, hún einhvern veginn á forsendu stjórnmálaflokkana. Og stjórnmálaflokkarnir, þeir einhvern veginn búin að missa tökin, þeir ná ekki, og margir af þessum ungu þingmönnum í dag, þeir eiga bara mjög bágt. Þannig að þeir ekki lengur, þeir finna það að þeir ekki lengur eiginlega við völd. Þeir einhvern veginn, þeir ekki að valda ekki umræðunni. Þannig að þeir eru eins og margir útrásarvíkingana, þeir eru lost í bóstalegri merkingu. Þetta mjög merkileg staða. Þannig að vandi okkar núna bara að efla eins og við mögulega getum skynsamla umræðu og rökræðu þessi mikilvægu mál. Þannig að ég bara þakka fyrir að fá að vera hér og taka þátt í þessum fyrsta fundi með ykkur og vona, ég geti miður ekki verið á næstu fundin því ég að fara burtu, en ég kem í júni þá verður þessi ennþá í gangi bara. Takk fyrir. Já, Páll, ég þakka þér hjartalega fyrir þetta og líka veru ykkar gestir og framlag, og ég ætla að segja ykkur það á næsta sunnudag hérna klukkan 15 þá mun Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir stjórnmálafræðingur koma og halda erindi og við höldum þessu áfram, og hér með slít ég fundinum, en þið getið setið áfram og rætt málið. Já, þakka þér kærlega fyrir það. Þakka þér fyrir það. Sem sagt, eftir viku, sami staður, sama stund, nýr ræðumaður. Takk fyrir í dag.